Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Það eru tvær unga Suðurnesja konur sem eru aðal efni þáttarins. Við byrjum í Þjóðleikhúsinu en þar hittum við fyrir Elmu Rún Kristinsdóttur en hún var að vinna við uppsetningu á Línu Langsokk. Þaðan förum við til Keflavíkur á tannlæknastofu og hittum hana Kristjánu Benediktsdóttur. Hún á að baki erfiða reynslu eftir að hafa greinst með krabbamein aðeins 23 ára gömul. Hún ætlar að láta gott af sér leiða í bleikum október. Hver mann ekki eftir Línu Langsokk. Hún komin á fjalirnar í Þjóðleikhúsinu og við Suðurnesjamenn eigum allnokkra fulltrúa. Við kíktum í Þjóðleikhúsið. Elma Rún Kristinsdóttir, þetta eitthvað sem að þú ert búin að vera að stefna að komast í, við getum sagt, í stórt hlutverk hreinlega í Þjóðleikhúsinu? Leikhúsi allra landsmanna. Jú, þetta náttúrulega búið að vera draumur lengi, en draumur sem ég held að myndi ekki rætast fyrir eftir mörg ár. Þannig að þetta bara, þetta er ekki að gert. Af hverju rætist hann, veistu það? Búin að vinna fyrir þessu? Já, ég meina, svolítið einhvern veginn bara verið í þessu, farin að vinna mikið að semja og það gengur vel og svo bara kemur tækifærið og þá bara grípum maður það. Ótrúlega heppin. En nú stofnaður Ungleikhúsið núna bara á þessu ári eða í fyrra, eða ekki? Já. Já, og hvað? Hefur þetta áhrif, þetta starf þitt í Þjóðleikhúsinu, er þetta, hafa áhrif á það eitthvað? Ég held að bara byggja það upp og hjálpi til og ég meina þetta bara stækkar mína þekkingu og ég held að opni bara tækifæri. Segja okkur þá, hvað er þitt hlutverk í Línu Langsokk? Heyrðu, ég er semst að sjá allar dans- og sviðshreyfingar, þannig að öll dansatriði, öll númer, allar skiptingar, allar uppröðun á sviði og alls konar. Þetta er ekki alltaf fleiri ferði í sýningunni? Jú. Er ekki rosa mikið í gangi? Það er alltaf fullu alla sýninguna og mikið af fólki og mikið af lögum og þetta er bara, þetta er mjög kröftug sýning. Hvernig færðu svona upp í hendunar eitthvað handbók og eitthvað, hvernig gerur þetta síðan? Ekki handbók? Nei, ég fæ handrit bara með öllum textanum og svona og bara kemur inn í hann, les það og svona kemur inn í söguna og heiminn og allt þetta og svo bara fer ég að synda og finna út af því. Þannig að það er búið að sýna Línu Langsokk áður og örugglega mörgum sinnum ef ég man rétt og þú veist, svo er bara kannski í hvers skipti er eitthvað ákveðin, hvað getur þú sagt, karakter yfir sýninguna? Já, ég meina ég hugsa bara, svo sem leikur Línu í hvers skipti býr svolítið til sína línu og allir vinna svolítið kringum það og núna erum við fullt af börnum og sem komum líka með auka kraft inn í þetta, mikið af stórum hópatriðum sem að ég held að hafa ekki verið áður í Línu, svona mikið af stórum dansatriðum sem er mjög skemmtilegt og gefur mikið kraft. Þannig að þú ert með allar hreyfingar á sviði, þú ert að segja við stúlkuna sem leikur Línu eða þær. Þú ert að hreyfa svona, þú ert að vera þarna, þú ert alveg að setja upp hennar hreyfingar eða hvernig hún á að haga sér á sviði. Nú lappar hingað og svo ferðu þangað og nú skal fara upp stigann, allt svoleiðis. Hvað, er þetta eitthvað sem þú varst búin að vera að læra? Þú varst búin að vera í útlöndum í námi og svo er það náttúrulega bara komið mjög góða reynslu, eða ekki? Já. Í dans og hvað, ekki eins mikið í leik, er það? Nei, það er alltaf svona smá með leikurinn og söngurinn en svona aðallega búin að vera í dansinum. Læri þetta? Nei. Ég hef eiginlega ekki lært mikið að kóreógrafa, svona semja og búa til. Þetta er eiginlega bara eitthvað sem maður lærir með því að gera. Hún bara hoppar í djúpulegina og fer bara fullt í að bara synda og finna út af hlutunum og Fannst þetta ekkert mál? Þú treystir þér í það?
ég treysti mér alveg í þetta og ég vissi alveg að ég gæti gert það vel en samt líka búið að vera krefjandi og ég er búin að læra fullt nýtt og þurfa bara að finna út úr alls svona hlutir sem ég vissi ekki hvernig þetta gera en það er líka bara sem er gaman við þetta fá bara eitthvað verkefni í hendina sem maður veit að maður getur en þarf aðeins að hafa fyrir Manstu eftir að hafa horft á Línu, lesið Línu eða þegar þú varst yngri? Já, ég sá Línu þegar ég var yngri. Ég held bara, ég man ekki eftir uppfærslunni með Ilmi en ég man eftir uppfærslunni með Ágústu. En ég nokkuð sem ég hef séð báðar. En svo bara, horfði ég man alveg mest eftir myndunum, ég horfði svo mikið á myndinar. Það er svona sterkari minning hjá mér, heldur en sýningin. Hvernig er tilfinningin að mæta í Þjóðleikhúsið? Mér finnst þetta eitthvað eins og stórt í manns huga að mæta hér inn og taka þessi svona hlutverk. Er þetta allt í svona föstum skorðum eða máttu mæta með þitt og svona? Hvernig ertu að upplifa þennan, við getum sagt að þetta sé ákveðin draumur hjá þér? Já, bara ótrúlega, þetta er bara geggjað. Þetta er bæði, þetta náttúrulega alveg svona form sem maður þarf að mæta eftir tíma og maður þarf að sinna sínu starfi en þetta er líka alveg frjálst, þetta er náttúrulega list og það fylgir því alltaf ákveðin frelsi og sköpun og svona þannig að bara ótrúlega góð orka í húsinu og mikil samvinna milli allra deilda og ótrúlega bara svona svo góð stemming og svo mikil sköpun í gangi alls staðar, það er bara draumur að vinna svona stað þar sem að maður er bara innan fullt af fólki sem er að skapa og fær innspá úr alls konar áttum og maður er alltaf að sjá eitthvað nýtt og skemmtilegt, ótrúlega gaman. Og náttúrulega hér er fullt af fólki sem er að vinna í hvert í sínu horni í sínum málum á meðan að þú ert búin að vera í mjög hvað getur sagt í litlu dæmi í þínu fyrirtæki og líka áður, þú veist, þurftu foreldrarnir að hjálpa til og annað, en hvernig er það þegar þú ert mætt inn í Þjóðleikhúsið, þá er ljósamaðurinn klár og tæknimaðurinn. Og það er ekki bara ljósamaður, heldur heil deild, ljósadeild og það er fullt af fólki í hverju búningadeild. Já, og það er bara, það er ekki að vinna með svona stóru teymi. Þá er þetta búið til svo geggjað töfra, þetta er svona margir snillingar sem koma saman að. Ben alltaf spurja það út í þið eru með, hvað er þetta ekki eitthvað, þriðjungur af ungmennunum frá Suðurnesjum? Jú. Sem er að taka þátt í þessu? Já, það er alveg þriðjungur, já. Og ég heyrði að það hefði, 800 manns mætt í pröfur? Það er bara, ég held að sé bara svo ótrúlega svona uppbyggilegt og flott starf í gangi á Suðurnesjum, á öllu leyti, leiklist, söngur, dans, allt saman. Það er bara, og það er svo mikið svona, komið svo mikil stemming fyrir þessu og svo margir í þessu og svo mikið svona spenna í gangi. En það er það gett skemmtilegt að það eru bara, ég held að það væri ekkert mál að setja upp sýningu bara með fólki á Suðurnesjum. En það er svo margir klárir. Valdir þú ungmennin eða voru aðrir að velja? Og við vorum alveg 5 að velja. Þannig að þetta er ekki bara klíka? Nei. Ég hef ekki svona lokasvar. Nei, þetta eru margir sem setja pröfunar og margir sem koma að því að velja og alls konar þættir sem þarf að hugsa út í. Þannig að þetta er bara, Eru fleiri ungmenni líka í öðrum? Ég heyrði að það væri eitthvað í Borgarleikhúsinu sem er ungmenni frá þér. Það er eini viðbót hérna í Þjóðleikhúsinu. Er önnur sýning? Sóllilja, hún er hérna í Þjóðleikhúsinu í Blómunum á þakinu. Þannig að það eru 7 sem hérna í Þjóðleikhúsinu og svo eru þau 5 í Borgarleikhúsinu að fara að taka þátt í jólapartí Skopp og skrýtlu sem er núna jólin og svo voru 2 að komast líka inn í Galdrakarlinn í Ós sem eru frumsýnd eftir áramót. Þannig að það er þá líka 7 í Borgarleikhúsinu, 7 í Þjóðleikhúsinu og 7 í Borgarleikhúsinu sem er alveg bara ótrúlega sturlað eiginlega. Þið náðu náttúrulega frábærum árangri í sumar á heimsmeistaramótinu? Já. Eiginlega bara svona pínu ruglað, þegar maður heldur sem ennþá pínu að setjast niður og bara, vá, þetta var svona mikið. Það var, ég get eiginlega ekki sagt í tölur, því ég manna ekki. Þannig að það var mjög mikið og ef maður lítið tilbaka, það var bara svona, vá. Maður átti þessi ekki á því, momentum þetta gerst svo hratt og svo mikið gangi einu og mörg svið og mörg atriði og svo kemur maður eftir og bara svona, vá, ekki. Og er þetta bara, eru þið svona klár og eru krakkarnir okkar líka svona bara dugleg og klár? Já, þau eru náttúrulega mjög klár og mjög dugleg og aðalega dugleg, bara leggja mikið á sig og þetta er ótrúlega mikil vinna sem bara skila sér. Bara margir klukkutímar á dag á æfingum,
allt árið, allt sumarið, í jólafríi, í páskafríi, það bara er alltaf verið að æfa. Og það skilur sér endanum þegar maður allir leggja vinnuna bara allan tíman. Hvernig venjulegur dagur hjá þér? Snýst allt vinnuna þína og þetta náttúrulega áhugamálið þitt líka? Sko, já, yfirleitt já. Ég reyni að gefa mér tími fyrir göngutúr. Það er svona sem ég finnst næs að gera, fá smá svona tími fyrir mig, þá fer ég í göngutúr. Ég vil bara sitja á kvöldin þegar allir fann að sofa, þá er ég ein úti í myrkrinu með headset, bara í göngutúr, eða með vinum mínum. En það er það sem ég geri, eiginlega fyrir utan bara, annars er ég alltaf bara annarkvort að klippa tónlist, að semja atriði, að skrifa niður eitthvað eða þá bara að vinna í verki. Og tala það, þið voru með settu á samfélagsmiðlinn TikTok eða ekki klippu hérna í voru eða ekki eða sumar sem er búin að fá mörg miljón áhorfið eða ekki? Já, jú, það er rauninni sko TikTok, það er alveg nokkur vídeos þar sem fórum bara í einhver mörg 100.000 og eitt fórum yfir miljón og svo er vídeo sem við gerðum í fyrra sem settum á YouTube sem við komum með yfir 4 milljónir áhorf. En þetta er að valda ánægju í svona söngleikja samfélaginu út í heimi. Þegar áhorfin er að koma einhvers staðar bara úr alls konar löndum ekki héðan. Þessum bara geðveikt gaman. Hvernig unnið það? Voruð þið bara að vinna þetta sjálf, bara í eitthvað litlu græjum eða voruð þið með þetta í tölvunni? Vídeóið? Já. Já, sko, ég vann í rauninni bara leikstýrði og kóreógrafaði og þjálfaði sönginn og allt svoleiðis. Svo tókum við sönginn upp í hljóðrita og pabbi minn, hann Kitti, hann tók þetta upp og mixaði og masteraði og gerði allt það. Þannig þið fenguð fagfólk með ykkur? Og já, og svo fengum við hann Eyþór, sem er líka úr Keflavík, til þess að vinna, hann tók upp og var samanlega eftirvinnslu á vídeónu svoleiðis. En það var, já, þegar segir það, þetta er bara Suðurnesja fólk. Já, gaman að því. En já, við fengum alveg flott fólk með okkur í þetta og stefnum að gera nýtt vídeó í haust sem er spennandi. Það var ótrúlega gaman síðast, þannig að vinna svona bara alvöru, leyfa þeim að kynnast því, bara vinna fyrir myndavél, með myndavél og bara hvað ertu að pæla í það og bara bæði svona hvað lúkkar vel og hvernig þetta lýsa það og bara alls konar, það er ógeðslega gaman að vera þekki ekki bara sviðið, heldur líka myndavélina. Glæsilegt. Til hamingju og gangið vel. Takk fyrir. Munið þið eftir Línu frá því að þið voruð minni? Já. Sáuð það Línu í leikhúsinu eða í bíómyndum? Já, ég var alltaf að horfa á þættina og svo átti ég líka svona disk, sem maður setti svona inn í... Geisladisk? Já, geisladisk inn í bílnum var alltaf að hlusta á lögin og svona. Já, ég sko á bókina og svo átti ég líka svona Línu bangsa og svo fór ég á leikrit með Línu. Já. Ég átti bara búning og allt og ég var bara alltaf að leika Línu á hverju degi, sko. Hvernig er að vera á sviði og leika? Það er mjög skemmtilegt. Getur hugsað að verða leikari þegar þú verður stór eins og maður segir? Já, örugglega. Er það markmiðið kannski? Já. En hvernig er ekki bara stífar æfingar? Jú, það er mjög stífar, sko. Eiginlega hverju degi, sko. Hvernig er það? Er þetta ekki erfitt með skóla og svona? Jú, ég fæ bara oft heimavinnu sem ég gerir heima. Voru þú duglega að læra það, ekki? Já. En þú? Sama? Já, bara samæla, já, bara mikil heima þarna, en ég verð að vera meira duglegri. Hvernig er að láta þetta smetla allt saman? Námið og verið í þessu, það tekur mikið tímið ekki, þurfum við ekki að vera með gott skipulag? Jú, bara fara snemma að sofa, vera vel sofinn og bara skipulega geta vel. Já. Sama hjá þér? Já, bara alveg eins. Læra mikið heima og okkur. Kristjana Benediktsdóttir er ungur tannlæknir í Keflavík en hún ætlar að gefa afrakstur vinnu sinnar í 1 dag til Krabbameinsfélagsins í bleikum október. Hún greindist fyrir 7 árum með sjaldgæft krabbamein aðeins 23 ára en er heilsuhraust í dag og laus við krabban. Hún segist hafa fengið tannlækna genin frá föður sínum sem hún starfar með en móðir hennar hefur einnig unnið í fjölskyldu fyrirtækinu að hluta til.
Kristjana hefur spreytt sig á samfélagsmiðlum tannlækningarnar sem hefur verið skemmtilegt að fylgjast með og við heyrum nánar það. Við hittum ungu konuna á tannlæknastofunni. Já, ég var frekar ung, ég var 23 ára þegar ég greinist sjálf með krabbamein. Greindist með mjög sjaldgæft svona slétt vöðvafrumu krabbamein og var svo yngsta sem hefur greinst með þetta krabbamein í 30-40 ár, hélt læknirinn. Þannig að ég hef farið sjálf í gegnum þessa baráttu og samt heilsuhraust búin að fara í gegnum þetta og bara gengur vel í dag. Þannig að þetta svona skiptir mér rosalega miklu máli, þetta málefni og að styrkja þetta málefni. Já. Og ætlar að láta bara föstudaginn vinnuna þína, hún rennur öll til styrktar Krabbameinsfélaginu. Já, þannig að allur hagnaðurinn þann dag og alla mína tekjur þann dag fara bara beint til Krabbameinsfélagsins og svo ætlar hún Nelly sem tannlæknirinn minn sem við vinnum saman á hverjum degi, hún ætlar líka að gefa vinnuna sína þennan dag. Þannig að við vinnum yfirleitt bara fram á hádegi á föstudögum en við ætlum að bæta við okkur þennan daginn til að auka inn, eða taka inn meiri tekjur til að láta betra á okkur leiða, sko. Hvað var þetta ekki, hvenær gerist þetta? Þetta hefur verið mikið áfallið ekki fyrir því unga mannesku að fá krabbamein svona og þá svona sjálfgeft? Jú, rosalega mikið áfall. Ég var 23 ára. Ég var nýkomin inn í tannlæknin þegar ég greinist, búið með 1 ár í tannlækninum og þetta rosalega mikið svona, allt í einu maður orðinn ódauðlegur, sko. Þannig að lífið breytist rosalega mikið eftir svona reynslu og ég átti rosalega erfitt bara heilt ár eftir krabbameini að ég svaf eiginlega ekkert út af martröðum og svoleiðis. Þannig að maður ennþá að díla við þetta svona eins í dag þótt þetta sé löngu búið, sko. Það alltaf eitthvað svona smá heilsukvíði í manni og svona en þetta samt líka á sama tíma styrkir mann alveg rosalega mikið og þrátt fyrir erfiða reynslu þá ég líka þakklát fyrir þessa reynslu, sko, af því að mér finnst ég lifa aðeins öðruvísi lífi heldur en margir kannski jafnaldra mínir sem að lifa svolítið hratt og svoleiðis og maður auðvitað lifir líka hratt en ég svolítið fljót að koma mér aftur niður á jörðina að lifa svolítið í núinu og gera bara nákvæmlega það sem að mig langar að gera, ekki bara að bíða mér hlutina, sko. Já, þannig að þetta svona breytt viðhorfið þínu. Algjörlega, sko, algjörlega og passa mig að drekka mér aldrei of mikið í vinnu og drekka mér ekki í einhverju sem að mér finnst leiðilegt, sko. Þannig að ég alveg bara, passa rosalega að halda miklu jafnvægi og gera líka hluti sem að mér finnst skemmtilegir. Hvað kom til og fórst út í tannlæknin og hvenær kláraðu námi, hvenær byrjaðu að vinna? Sko, ég náttúrulega bara unnið sem aðstofamaður tannlæknis svona klinka eins og það kallast hjá pabba náttúrulega tannlæknir líka þannig að ég segi oft að grínast í pabba að ég búið heilaþómi en ég fekk áhuga á þessu mjög snemma og þetta rosalega svona mikil handavinna, fín hreyfingar sem að hefur alltaf hentað mér rosalega vel, ég elska allt föndur og svona þannig að áhuginn kviknaði mjög snemma, ég var örugglega bara 14 ára þegar ég ákvað að vera tannlæknir, sko. Þá byrjaði ég fyrst að vinna hjá pabba. Svo ég svona pröfa alls konar þess á milli, í gegnum árin til að sjá hvort þetta sé virkilega það sem að mér langaði til að gera. En svo bara fór ég í klásu sinni heima og komst svo í gegnum hann og ég útskrifaðist í fyrra, 2024, en ég er búin að vera að vinna sem tannlæknir í núna 2 ár, bara með náminu líka. Ja, þú lendir í veikindum og síðan ertu búin að eignast barn og þannig að það ýmislegt búið að gerast á stuttri ævi. Mikið búið að ganga á bara síðustu 7 ár. Það eru 7 ár núna í sumar, voru 7 ár síðan ég greindist með krabbameini, þá nýkomin inn í tannlæknin. Þannig að þetta var svolítið spes. Hafið þið það þig? Nei, ég lét ekkert stoppa mig. Ég greinist á þriðjudegi og ég fór í vinnuna morgunin eftir. Þá var ég flugfreyja hjá Vá og ég fór í morgunflug morgunin eftir af því ég ætlaði ekki að láta þetta stoppa mig en maður bara í einhverju móki, sko. Ég ætlaði að spyrja þig með þetta, hvernig eru fyrstu viðbrögðin? Já, þetta var alveg, þetta svo skrítið, ég fer í bara svona ég fór bara í svona, maður fær bréf heim þegar maður er 23 ára, maður fær í leghálsskoðun af því ég fekk þetta krabbamein í leghálsinn og
svo bara líður tíminn, ég að reyna að komast í gegnum klásus, mig grunaði að það væri eitthvað að, ég var komin með eitthvað smá einkenni og ég ætlaði sko ekki að láta neitt stoppa þennan klásus af, ég ætlaði að komast í þetta nám. Þannig ég frestaði því eins og ég gat að fara í þessa skoðun. Svo bara dreif ég mig þegar ég var búin með fyrsta árið í tannlækninum og þá kemur þetta í ljós, það tekið sýni og svona og það kemur í ljós að þetta sé þetta sjaldgæfa krabbamein. Og þá bara byrjaði boltinn að rúlla og maður bara einhvern veginn bara tekin áfram bara í ferlinu. Ég bara, maður bara heima og bara bíða eftir næsta verkefni og svoleiðis. Greinist á þriðjudegi. Mamma fór með mér í viðtalið, greiningaviðtalið og við setjumst niður og hann segir ég ætla bara ekkert að bara bíða með þetta, ég ætla bara að segja að þú ert með krabbamein. Og ég man það kom svona hljóður úr mömmu og ég dofnaði bara öll, ég gat ekki staðið í lappirnar eða neitt, ég grét ekki eða neitt, þetta bara svo skrítið, maður fer í eitthvað svona survival mode sko. Og svo og mamma náttúrulega fær alveg áfall og það bara svo bara byrjar boltinn að rúlla, það eru bara myndatökur og blóðprufur og svo fer ég bara í aðgerð 3 dögum eftir að ég greinist. Og svo fer ég 3 vikum eftir það í jáendaskanna í Danmörku. Þannig að þetta maður bara áfram gakk og svo bara hélt ég áfram að vinna, svo fann ég bara ég gat ekki verið að vinna. Þetta var bara, ég fór í morgunflug daginn eftir að ég greinist og alla leiðina heim úr fluginu þegar ég var búin að vinna, þá bara, ég held ég hafi grenjað alla leiðina heim, það bara einhvern veginn kom áfallið yfir mig sko. En það eiginlega ekki fyrir nokkrum mánuðum eftir að ég kláraði ferlið þegar ég var bara orðin frísk, þá kemur höggið sko. Þá einhvern veginn líður manni eins og sé allir búin að gleyma þessu, en maður ennþá að díla við svolítið svona andlegu djöflana sko, eftir svona áfall. En hvernig þetta svona nokkrum árum eftir þetta, þú veist, hvað ferð í eftirlit og... Já, ég var í þéttu eftirliti fyrstu 5 árin, en hann vill hafa mig, krabbameinslæknirinn vill hafa mig í eftirliti einu svona ári ennþá, af því að þetta þannig tegund, þetta sarkóma heitir þetta, og það svolítið aggressíft, þannig að ef það eitthvað þá fer ég beint til hans og hann skoðar mig alltaf rosalega vel og hann segir alltaf við mig, þú átt alltaf að koma strax ef það eitthvað, af því að við tökum enga sénsa. Þannig að ég alltaf í einu svona ári, fer ég að hitta hann og við förum yfir málin og svona. En annars bara full frísk sko. Kristjana, þú ert búin að vera eitthvað að leika þér svona á samfélagsmiðlum með tannlækningarnar. Hvað ertu búin að vera að gera? Ég svona reglulega setja inn mymbönd á TikTok. Ég svona aðeins þar. Aðeins svona bara eftir skapi og eftir í hvernig stuði ég Mér finnst ótrúlega skemmtilegt að setja þarna inn á TikTok. En svo ég bara með minn Instagram-account sem reyndar lokaður en svona þannig að ég geti stjórnað flæðinu þar inn. Því ég með lítið barn sem ég vil ekki að allir sjáu. Þannig ég geti stjórnað hverjir koma þar inn. En ég svona leik mér aðeins á TikTok og setja inn mymbönd og daginn þegar var ljósanótt þá ég svolítið hvatvís datt mér í huga setja á mig svona tannskraut, svona demanta og ég sagði einn kannski aðeins svo lítið, set 3 Þannig ég var bara einn á föstu deginum áður en heimatónleikarnir og það var ég að hreinsa og setja á mig demanta og svo endaði eiginlega þannig að það voru 3 tanntæknar líka komnir með demanta á sig sko, þannig að ég var komin smá hjarðhægðun í okkur á stofunni í ykkur föstudagsgýr sko. Erum við að tala alveg demanta eða kallið þetta demanta? Já, við kallum þetta bara demanta. Þetta bara svona steinar, svona skraut. Þú varstu búin að vera að gera eitthvað meira? Varstu búin að vera með varstu að útskýra eitthvað á TikTok? Já, svona, þú veist, aðeins svona smá tannlækna tengt. Ég ætlaði nú ekkert að fara eitthvað mikið í það því ég held að sé mjög krefjandi að fá á sig, að því það auðvelt að gagnrýna á svona á TikTok, þú veist, að fá alls konar komment og svona. En mér fannst svona mikilvægur punktur sem kom mér svolítið á óvart að var einn einstaklingur sem kom til mín sem sagði að öll fjölskyldan skólar eftir að hún skyrpir út tannkreminu eftir að hafa tannburstað sig. Og mér fannst það svo áhugavert og þá fattaði ég að það eru rosalega margir sem að gera þetta
og ég hugsaði að þetta gæti verið svolítið skemmtilegt TikTok, þannig að ég skellti á TikTok. Það eru svo ógeðslega margir sem að halda að þetta sé rétt að gera þetta, alltaf verið að tala um þetta í bíómyndum eða alltaf sýnt frá þessu í bíómyndum. Að þetta er svo algengur misskilningur. Það kom líka skjólstæðingur til mín í morgun og talaði um að öll fjölskyldan gerði þetta og það er að skóla munnin eftir að tannburstar. Þetta er gert í öllum bíómyndum og ég veit ekki af hverju, en þá skyrpa og ekki skóla. Ég veit að Valdís tekur þetta bara allt fyrir, farið og horfa á hana, hún er geggjuð. Munið er bara skyrpa og ekki skóla munnin eftir að þið tannburstið ykkur. Við viljum að flúorinn liggi á tönnunum. Og svo auðvitað það sem að varð svolítið vinsælt, það var Ellý Ármanns eftirhermu vídeóið mitt sko. Það var mjög skemmtilegt, en það skemmtilega við það var að pabbi kom eiginlega með þessa hugmynd sko. Við stóðum inn á kaffistofu og Sigrún sem er að aðstoða hann, hún segir næsti sjúklingur er kominn já, hvað er ég að fara að gera? Það er viðgerð? Já, hjartans þakkir, segir hann. Og þá hugsaði ég, vá, það er örugglega geggjað að vera með deyfisbrautur og gera sér eins og Ellý Ármanns gerði. Og þetta var bara mjög snemma að þetta trend byrjaði, sko. Þannig að ég setti það á TikTok og það varð mjög vinsælt og svo hefur fólk komið til mín og sagt, já, hjartans þakkir, þegar við labbað út. Er gott fyrir tennurnar að borða mikið nammi? Já, hjartans þakkir. Er gott að fara til tannlæknis og láta draga úr sér allar tennurnar? Já, hjartans þakkir. Ertu að fá viðskiptavini á öllum aldri? Já, alveg öllum aldri. Gamla kalla líka? Já, algjörlega sko. Og ég hef rosalega gaman að því að vera með eldra fólk hjá mér og stefni að því að þjónusta mögulega eitthvað aðeins upp á spítala eða hjúkrunarheimilum. Kannski fara 1 dag í viku á svoleiðis, það er svona ennþá í smá samningaviðræðum. Það væri allavega mjög skemmtilegt. Ég hef mjög mikinn áhuga á eldra fólki. Það hefur svo fallega sögu yfirleitt að segja sko. Og yfirleitt er vinnan með eldra fólki svona svolítið spjall. Það er svona vinna fyrir utan munnin en með fólki í stólnum. Þannig að maður kynnist fólki rosalega vel og eldra fólki er bara búið að lifa lífinu og þau eru oft svo rosalega þakklátt fyrir þjónustuna sem að það fær. Þannig að það gefur mér rosalega mikið að tala við þau og heyra hvernig lífið þeirra hefur verið og svo verður þetta oft svolítið persónulegt. Fólk opnar sig meira og þetta verður rosalega á svona persónulegum nótum. Allt öðruvísi en ef það eru yngri viðskiptavinir? Já, allt öðruvísi og ég er líka rosalega gaman af börnum og líka bara öllum aldri. Mér finnst það rosalega fjölbreytt og skemmtilegt að hafa bara allan aldur. En yngri kynslóðin, það er krefjandi að vera með börnin af því að maður vill alltaf ná góðri samvinnu og að þau fái þessa góðu upplifun. Þannig að það skiptir mann rosalega miklu máli að þau labbi alltaf glöð út sko. Það þarf ekki að ég er sérstök típið og nenni að vera garfón í munninum af fólki. Jú, ég heyri þetta mjög oft. Bara hvernig getur þau eiginlega verið í þessu sko. En ég veit ekki, manni finnst þetta ekkert ógeðslegt sko. Svo skil ég ekki fólk sem að getur unnið með tær, mér finnst það algjör viðbjóður. En þetta er kannski engu skárra fyrir fólk, sko. En ef maður er andfúll? Já, en við erum náttúrulega með maska, sko. Þannig að við erum vel varin, sko. Finnum ekki lyktina? Við finnum ekki lyktina, ekki eins sterkt, sko. Þetta er með laust fyrir þá sem eru með andremmu? Laust? Já, hvað á það að gera? Já, það er rosalega mismunandi hvað getur verið að valda andremmu sko. Þannig að það er rosalega mikilvægt bara að reyna að komast að rót vandans. Það getur verið hálskirtlar, það getur verið bakflæði, eitthvað svona sem að kemur mér svo ekki við. En það er samt hluti af okkar starfi og við lærum það líka að skoða það. Svo getur það líka verið tannatengt sko. Það er ekkert rosalega góð lykt af bakteríum úr munni sko. En maður þekkir lyktina. En að lokum, Kristjana, er eitthvað nýtt í svona tannlæknaheiminum varðandi burstun eða til dæmis? Það er bara gamli góði, þetta kallast basstækni, tannburstunartæknin. En það sem að flestir gera er gleyma að fara upp á tannholdið.
Það svona algengast að fólk gleymi þegar það að tannbursta sig. Það að tannbursta vel upp á tannholdið. En annars þetta bara alltaf sama gamla góða, bara tannbursta vel, 2 á dag og tannþráðurinn. Að sjálfsögðu. Já, hann mikilvægur. Já, hann mjög mikilvægur. Hann var ekki mikið notaður í gamla daga. Nei, einmitt. Og bara tannburstin sjálfur, ekkert endilega mikið notaður í gamla daga. En hvað, með hverju mælið? Maður burstir sig þegar maður vaknar og áður maður fyrir að sofa? Já. Gamla góða reglan? Absolutt, já, nákvæmlega. Það alveg ljóst að þér finnst gaman í vinnunni? Já, mér finnst það mjög skemmtilegt og ég hef rosa mikinn áhuga á þessu, sko. Sem betur fer, það alltaf gaman að mæta í vinnuna. Það forréttindi. Takk fyrir spjallið. Sömuleiðis. Hvað segir þú? Hvað með fullt af mathanda nú? Ég var ekki gáni, ég var ekki að spara neitt. Hann fekk að borða þessi maður. Ég segja neitt. Hvernig kom hann inn til þín, Raggi? Ég fekk bara tilkynningu, veikan fugl á Hafnargötunni. Já. Komdu, bestur en einn. Og hvað, var hann slappur? Hann var alveg slappur, mjög slappur, sko. Já, býtu. Það er lúxusfæði þessi og hann vill hann bara ljúga. Það sjá hvað hann gerir. Já, góð. Já. Svo sko. Hann hreyfði sig í gær ekki neitt. Sérðu, bara einu sólarhring. Palli, þetta er bara svona, þegar maður bjargar dýrunum, alltaf til reiðustæðum. Alltaf dýr. Þetta var bara svona eitthvað, veist, venjulegt dýr. Þú hefur nú stundum verið með slöngur og allskyns dýr sem að ég hef svona óvart frétt af. En þetta er kannski skemmtilegt líka bara. Þetta er mjög skemmtilegt. Og það verður svo, fólk verður svo ánægt þegar dýri sem búið tilkynna sér að kemst í rétt form og uppfattur og... Og hvað var hann slappur þegar þú náður í hann? Hann gat vallast ekki að haldið haus. Og hvað gerðirðu? Ég byrjaði að dróða hann hérna mat og gefa hann vatn að drekka og svo bara gaf hann líf. Hvað gafst hann að éta? Byrjaði að gefa hann nýru, svo hann fór að náði lifur fyrir hann, ferskar lifur, nýslátraðar lifur og hann tók mjög vel við henni, sko. Og alveg slóttið bara. Og hvað er búin að vera hérna hjá þér í sólarhring? Sólarhring, já. Og hann bara flýgur af stað. Já. Bless, Raggi minn, takk fyrir mig. Já, ég tók sýni á hann hvort það var eitthvað sýktur og svoleiðis og það var ekki að sjá neitt svoleiðis. Nei. Þetta er bara, hann er... Spurning hvort þú hittir hann aftur? Kannski. Ekki komið tími, hann virkar í aðstöðu. Já, glæsilega. Þetta er bara gaman að þessu. Þetta er partur af þessu að fá að vera bara með. Já. Þú ert ekki bara að hjálpa fólki sem er með einhverja helvítis óværu ef að hægt er að orða það þannig eða eitthvað leiðindi. Þetta er svona skemmtilegur verkefni. Þetta er skemmtilegur, hún sér alltaf þetta. Fólkið er mjög nálægt því að vinna fyrir og dýrin líka því ég er búin að sýna þeim að laga til, sko. En þetta er allt svolítið ástíðabundið. Maður er svolítið heyrt að eins og geitungum að undanförnu, ekki? Er það ekki, hvernig er það búið að vera? Það er búið að vera mjög gott mikið af geitungum. Já. Og þeir eru alltaf aggressívar þessu tíma, sko. Þetta voru kannski 80-90 búri, geitungabúi sem tók í ár, sko. Já. Þannig að fólk hringir í þig þegar að sér þetta? Alveg, það er bara meiti, bjargaði mér. Já. Ertu ekki að hræddur við þetta? Þú lentir nú illa í því sjálfur árið. Það hálfdrafst þig á þessu. Já, þú lendir árekstur og fer að gera aftur. Já. Það er rétt. Maður býr sér bara betur, sko. Já, ef maður er meindreiðið þá náttúrulega þýðir ekkert að vera með eitthvað væl. Þá verður maður bara að halda áfram með það, ekki? Það verður bara að starfa. Þetta er alveg, sko. Þetta er bara, þetta er svo skemmtileg. Það er málið. Þetta er alls skemmtileg starf sem ég unni við á ævinni. Það er bara fjölbreytt, mikið skapandi
og maður sér bara svo ýmislegt sko. Já. Ég ekki hissa á því þegar Krummi kemur hérna og fær bara lúxusvæði hérna. Þetta bara ágæð forrindi, þetta bara svo að hjálpa þeim líka sko. Það rétt. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út blaðið okkar sem er dreift á 30 stöðum á Suðurnesjum og einnig í Salalaug í Kópavogi. Þið getið einnig nálgast blaðið rafrænt á vefnum okkar vaff.is en síðan erum við með nýjar fréttir og umfjöllun á Víkurfréttavefnum alla daga vikunar og sömulegis golffréttir á kylfingur.is. Við þykjum góðar ábendingar efni, sendu okkur endilega á vaff@vaff.is. Þökkum fyrir okkur, verið sæl.